Jæja, ég ætla að vist vera löngu búinn að opna síðasta gluggan, bónusgluggan, gamlástagsgluggan í dagatalinu. Það er komin 2. janúar þegar ég tekið upp, þannig ég 2 dögum og seinn. Þetta er líka bara svona bónusgluggi, það skiptir ekki öllu máli held ég að opna hann á réttum degi og svo var bara svo mikið að gera hjá mér á gamlástag og nýjástag að ég bara glemdi þessu. En við skulum kíkja í síðasta gluggan í Chili Claus dagatalinu og þetta er búið að vera skemmtileg vegferð, þetta er alltaf svolítið skemmtilegt að fara í gegnum þetta. Svolítið svona, þetta er svolítið vinna að fara í gegnum þetta, en skemmtileg vinna. Mjög ég ætla að segja venja, þetta er svo bara annað skipti sem ég gera þetta. En einhvern veginn, það er orðið eitthvað jólalegt að fara í gegnum þetta, svona í desember. 30. og 1. des. Þetta var bara eftir í fyrra, þið vitið. Hér er væntanlega flaska, því þetta er svona langur gluggi. Jú, heyrðu. Býttu nú við, þetta er nú ekki Sko Þið hvort þið sjáu þetta, sjáu þið hvað hún er svona hvað hún hefur sjáu þetta svona sjáu hvað hún hefur sest og skilið sig hún er svona bara leik uppi og alveg svona, hún er svona eins og einhver svona pina colada eða einhver drykkur Herru, já við þurfum að hrista þetta svolítið duglega En þetta heitir Chili Claus Hot Sauce Reaper Passion Wind Force 12 Ég er að spá, er það ekki sama sósan og við fengum bara frá hann í fyrra? Var það ekki Reaper Passion? Hún var allavega Wind Force 12 sú sósa og hún var allt í lagi hún var ekkert eitthvað merkileg fannst mér sko. Ég hef smakað mun betri sósur frá honum til dæmis Wind Force 8 sósan hans sem er svona gul hún er alveg ljómandi góð Herri, ok, þetta virðist vera betur blandað orðið Við skulum prófa þetta Þetta er alveg pakkað inn eins og bara Veit ekki hvað Já, hvað líst ykkur á þetta? 2022, ég þetta ekki bara ágætt Strengduðu einhver nýjársheit? Ég gerði það ekki, ég aldrei sérstaklega hrifinn á þessum nýjársheitum En maður samt einhvern veginn óhjákvæmilega notar tækifærið og svona horfir fram á veg og spáir hans í hvernig maður þarf að nota árið Þó að auðvitað er bara 1. janúar dagur eins og hver annar dagur En það er eitthvað við svona tilbúin tímamót sem að fá mann til þess að Öll tímamót eru tilbúin Fá mann til að svona velta hlutunum fyrir sér Og svona hvað þetta hérna varðar YouTube rásina og svona þá ég er nú bara að reyna að halda áfram uppteknum hætti Við förum nú í eitthvað glens á fljótlega vonandi Ég sjáta á Hafstein félaga minn Ég held að við séum að fara að smakka Death Nut Challenge 3.0 Við erum nú að það gerast í janúar Við erum búin að reyna að finna okkur tíma til að láta það ganga upp síðustu vikurnar En svo gefur að skilja önnur keppni menn þeim tíma sérstaklega Svo held ég að við bara ábyggilega áfram að gera bara svipaða hluti og ég hef verið að gera Eitt og kannski sem mig langar til að gera Svo gott að segja hvað mann langar til að gera á nýju ári Svona eins og nýjársheitin Þá er það eitthvað sem að fólk getur horft tilbaka á undir loka árs eins og mér finnst eiga við flest nýjársheit og síðan hverju það áorkaði ekki Þetta er venjulega sem við ætlum okkur að gera Gerum svo ekki Það er gaman að vita hvað statistíkin á þessu Hversu algengt eða hversu stórt hlutfall nýjársheita sem fólk tekur eitthvað alvarlega eru kláruð eða þeim fyllt til fullnustu Það er fín lykt af þessu Svolítið svona eddikkennd lykt af þessu Þetta er þunnt Þetta er svona þunn sósa Þetta er svona Hún líkist tabasco sósu svona í útliti Og í rauninni lykta mjög svipuð Þetta er svona eddik basöðu sósa Þunn Hún er mjög þunn og það er svona smá flugur einhverjar í henni En við skulum bara smaka Wind Force 12 sagði þetta Við erum þetta með alveg vel rúma teskið Já, þetta er bara góð með Og þessi rífur í Ég ætla ekki búin að voru neitt sterkt núna í 10 daga eða hvað það er og líka mér í hræðilegu formi uppfullur af salti og sykri og fitu og svona eftir hádegi þetta er gott, þetta er betra ef þetta er saman svo svona í fyrra þá er hún betra með myndi þetta er svona í rauninni sterkari og betri útgáfa af tabasco sósu svona fyrir minn smekk allavega Já, heyrði, þetta var gluggi 31 í Chili Claus
ég segi bara takk fyrir samfylgdina í desember fyrra og látið mig endilega vita ef að þið viljið að við tökum aftur upp þráður á næsta ári, gerum eitthvað svipað. Aldrei vita hann ef maður látið tilleiðast og látið plata sig út í svoleiðis vitleysu. Annars vona ég bara að þið eigið og hafið átt gott ár og eigið frábært ár framundan og við sjáumst bara í næsta vídeo einhvern tímann á næstu dögum. Þangað til þá.